þá ætla ég að renna yfir það sem hefur gerst hjá okkur á árinu og byrja kannski á því að fara yfir þið verða að þykja, ég þarf aðeins að færa hérna frá svo þið sjáu almennilega. Þá þarf ég byrja að fara yfir starfsvæði Markaðsstofunnar. Það er alltaf ágætt að minna sig á það hversu stórt starfsvæðið er, en við erum að vinna á 36.000 ferkílómetra svæði þar sem að starfa 20 sveitarfélög og 2 landshlutasamtök. Við erum með 38.000 íbúa á þessu svæði og 28 þéttbýliskjarna. Þetta þýðir að það eru 136 íbúar á bak við hvert ferðaþjónustufyrirtæki, en við erum með 270 samstarfsfyrirtæki í samstarfi við Markaðsstofuna, sem er bara frábær tala og gefur mikinn slagkraft. Mesta akstursfjarlægð á milli staða hjá okkur er tæpir 500 kílómetrar, þannig að þetta er töluvert svæði að fara yfir og alveg magnað að menn skuli hafa ákveðið fyrir 17 árum síðan að starfa saman á svo stóru svæði og kynna Norðurland sem eina heild, og ég held að það megi segja að sú ákvörðun hefur skilað góðum árangri. Hlutverki okkar hefur haldist nokkuð óbreytt í gegnum árin, að það er að byggja upp ímynd Norðurlands. Það er samstarf við ferðaþjónustufyrirtæki og ferðamálafulltrúa, og ferðamálafulltrúarnir eru þá ferðamálafulltrúar bæði sveitarfélaga og síðan ferðamálasamtaka sem eru á svæðunum. Það er að samræma upplýsingagjöf til ferðamanna, það er að markaðssetja nýjungar og viðburði, hvetja til nýsköpunar, halda námskeið á sviði markaðsmála og vöruþróunar og kynna Norðurland gagnvart erlendum ferðamönnum í gegnum vefinn og samfélagsmiðlana með útgáfu bæklinga og þátttöku í vinnufundum, sýningum og markaðsverkefnum innanlands og erlendis, og ég fer aðeins yfir þetta á eftir. Og síðan að koma helstu þróunarverkefnum ferðaþjónustunnar eftir sem að þau koma inn á borð, og það hefur svo sannarlega verið að gerast núna á þessu ári að breytast það. Framtíðarsýnin okkar er þessi að Norðurland standi fyrir einstaka og fjölbreytta náttúru, vetrarupplifun, dýralíf, sögu, menningu og listir og einstaka viðburði. Að það verði aukning á vægi ferðaþjónustu allt árið sem að tryggi uppbyggingu innviða, greiðar samgöngur, fleiri heilsástörf og meiri framlegð í greininni. Og eina grundvallarforsendum til þess að ná þessu markmiðum er að beinta áætlunarflug hefjist til Norðurlands. Og við erum með nokkrar áherslur í gangi. Það er flugklassinn, R66 Norður, það er Norðurstrandarleið, það er forgangsröðun í vegamálum og það eru forgangsverkefni DMP, það er að segja forgangsverkefni í uppbyggingu innviða á svæðinu. Það sem við erum búin að forgangsraða þeim með þar í ferðaþjónustuna í huga. Og undir þessu erum við með 3 markaðsáherslur sem við vinnum allt okkar markaðsefni út frá. Það eru náttúru, ævintýr og umhverfisvæn ferðaþjónusta. Það er vetrarferðamennska og það er saga, menning og listir, og þar undir erum við síðan með nokkur verkefni sem eru í gangi hjá okkur stöðugt, búin að vera mislengi í gangi. Það er Birding Iceland sem er unnið í samstarfi við fuglastígana 3 á Norðurlandi, byrjaði þetta á Norðurlandi eystra og þróaðist síðan áfram sem betur fyrir í samstarfi milli allra svæða. Það er gagnagrunnur gönguleiða, þar sem er verið að kortleggja hvar eru gönguleiðir sem að henta fyrir erlenda ferðamenn á Norðurlandi. Það er Ski Iceland verkefni, frábært samstarf 5 skíðasvæða, þar sem bara er mikill kraftur og hefur náðst góður árangur í að ná til erlendra ferðamanna. Það er heilsársferðaþjónusta, þróun í henni. Það er local food, matarmenningin sem hefur fengið nýtt fyrst með Arctic Coastway, þar sem er verið að þróa sérstakar mataráherslur þar. Og það er greining á sögutengdri ferðaþjónustu sem var unnin í fyrra og á að auka vægi sögu ferðaþjónustunnar í okkar markaðssetningu. Við erum í mikilli útgáfu, bæði á pappír og á vefnum. Pappírinn er víst ekki alveg dauður ennþá, sérstaklega ekki hjá sumum mörkuðum, og við erum enn að gefa út og gáum út í fyrra 90.000 sumarkort, gefum það út í 2 hollum, 25.000 vetrakort og 40.000 ferðahandbækur. Kannski er rétt að geta þess að ferðahandbókin í ár er komin út, en við erum með sumarkortin í bið vegna ástandsins að sjálfsögðu og tökum stöðuna bara vikulega á því hvort og hvenær við förum í prentun og þá hvort hún verður fyrir erlenda ferðamenn eða innlenda og hvernig það verður. Heimsóknir á heimasíðunar okkar, norðurland.is og norðiceland.is, þið sjáu vefina hérna fyrir neðan. Það voru 458.000 á síðasta ári og við erum með 35.500 fylgjendur á samfélagsmiðlunum, eru þar með mesta áherslu á Facebook og Instagram, bæði Norðiceland og Norðurland. Og við erum með 4 milljónir snertinga á samfélagsmiðlunum á síðasta ári til þess að gefa ykkur einhverja mynd af því starfi. Við tökum þátt í sýningum og vinnusmiðum, annars vegar förum við sjálf á sýningarnar eða þá við tökum fyrirtæki með okkur eða þá við erum að fara sem fulltrúar Markaðsstofa landshlutanna á sýningar Íslandsstofu erlendis.
Og þetta þá mannamót í Reykjavík sem við höldum alltaf 3. og 5. daginn í janúar á hverju ári og heldum þetta síðast líka. Og mannamót hefur slegið aðsóknarmet á hverju ári og það sem hefur verið að skoða eftir sýninguna síðast, þar sem við vorum á nýjum stað í Kórnum í Kópavogi, það beiðni margra að opna sýninguna meira fyrir almenningi og það eitthvað sem við erum að skoða bara fyrir næstu sýningu. Við förum á Mid-Atlantic í Reykjavík fórum á síðasta ári en sú sýning verður núna einungis annað hvert ár. Vestnorden í Færeyjum fórum við á í fyrra og sú sýning verður á Reykjanesinu núna í ár og ennþá stefnt að því að halda þá sýningu. Við fórum á World Travel Market í London, Norræna vinnustofu í London, ITB Berlín sem féll nú niður í ár. Síðan höfum við verið að fara á Roots Europe og fórum á það í fyrra í síðasta skipti og nú hefur Isavia og Íslandsstað tekið þá sýningu yfir. Það að segja fara þangað með Akureyrarflugvöll og ætla að sjá það. Við förum á Bird Fair með nokkur fyrirtæki með okkur í ágúst í Bretlandi og Vakandi Börs í Hollandi í byrjun árs og í Summer og Winter Show í Hollandi. Þetta eru flugklasaverkefni þar sem að Summer og Winter Show haldið af Void Travel sem að flýgur hingað með beinu flugi. Og síðan fórum við á vinnustofur í Bandaríkjunum, fórum í maí síðastliðnum. Og okkar fókusi í rauninni í sýningunum, það Bretland, Bandaríkin, Þýskaland. Það var svona verið aðal og síðan höfum við bætt Frakklandi inn í það líka. Við erum í miklum samskiptum við ferðaskrifstofur, áttum fundir eða ferðir með 330 aðilum frá ferðaskrifstofum á síðasta ári og þessir fundir eru þá á innlendum og erlendum sýningum og vinnustofum. Þetta getur verið fundir hjá ferðaskrifstofunum sjálfur, þar sem við förum og kynnum fyrir þeim Norðurland og því hefur verið að fjölga. Þetta getur verið fundið með ferðaskrifstofum sem að koma norður, fá mikið af svoleiðis fyrirspurnum þar sem þær að koma með sína hópa og vilja fá svona stutta létta kynningu á Norðurlandi. Og síðan erum við að skipuleggja ferðir fyrir það líka, bæði í tengslu við sýningar innanlands, þar sem eru post- og príktúrar eftir sýningar og fyrir sýningar og erum líka að setja upp ef að ferðaskrifstofur hafa hug á að fara að selja Norðurland, þá erum við að koma með tillögur til þeirra að ferðalögum hvert ætti að fara og hvað ætti að skoða. Og það miðar þá að þeirra áherslum og auðvitað reynum við að koma okkar áherslum þar inn líka varðandi dreifingu ferðamanna. Við tökum á móti miklum fjölda blaðamönnum á hverju ári og við erum nú hægt að telja þá í rauninni og leggjum meira áherslu á gæðin og erum að vinna þetta mjög vel með Íslandsstofu. Íslandsstofa metur blaðamannina fyrir okkur og beinir þeim til okkar eftir því sem að áhugasviðið liggur og heildarverðmæti umfjallana Norðurland 2019 var 2,6 milljarðar. Þar var langstærsta umfjöllunin í Þýskalandi 2,1 milljarðar en einnig í Frakklandi 271 milljón, Bretlandi 110 milljónir og Bandaríkin 79 milljónir. Þannig að það má alveg segja að maður horfir á virði þessara umfjallana að þá peningunum vel varið í það að taka á móti blaðamönnum og þarna erum við að vinna mjög þétt með fyrirtækjunum okkar, samstarfsfyrirtækjunum sem að taka vel á móti blaðamönnum, gefa þeim tíma, bjóða þeim ferðir, mat, gistingu og alls konar þjónustu og sýna allar sína bestu hliðar. Þannig að það frábært að vinna þetta með fyrirtækjunum. Við erum alltaf á flakki, markaðsstofan. Við keyrðum 2019 30.500 kílómetra og af þessum kílómetrum fjölda þá voru 73% eknir innan Norðurlands. Þarna erum við þá að flakka á milli fyrirtæki eða ferðast með ferðaskrifstjóra eða blaðamenn, fara á fundi og fara í heimsóknir og dreifa kostum og bókum og hitt og þetta. En við vorum að meðaltali annað hvern dag á ferðinni á síðasta ári og keyrðum að meðaltali 315 kílómetra í hverri ferð. Við tókum það ákvörðun í fyrra að verða umhverfisvænni og mæla þetta og kolefnisjafna akstur okkar og flugið og höldum því áfram að sjálfsögðu. Við erum að vinna í ýmiss konar nefndum og ráðum þar sem óskað eftir okkar hlutverki. Markaðsstofa Norðurlands talsmaður markaðsstofa landshlutanna og við hefum verið það síðan sú staða hófst. Við sitjum í fagráði Íslandsstofu fyrir hönd markaðsstofana, einnig í útflutnings- og markaðsráði fyrir hönd markaðsstofana. Við sitjum í stjórn og vinnuhópi Flugþróunarsjóðs í svæðisráði Norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs og við tökum þátt í alls konar svæðisbundnum fundum sem við erum boðið á. Við sátum í aðgerðahópi samgönguráðherra uppbyggingu á Akureyrarflugstöð sem var settur í gang í lok síðasta árs
og sitjum samstarfsfundi Isavia Regional Airports þar sem verið að efla markaðssetningu á flugvöllunum á Akureyri og Egilsstöðum. Og við tókum þátt í þróun áfangastaðastofu, því konsepti, hvernig sú áfangastaðastofa ætti að vera sett upp og sitjum í verkefnisstjórn markaðsátak erlendis, þar að segja þessu nýja markaðsverkefni sem að fara í gang á vegum Íslandsstofu. Sátum þar bæði verkefnisstjórn og valnefnd. Ef ég fer aðeins yfir í flugklassan, þá skiptist starf flugklassans í tvennt. Það markaðssetning og innrastarf og í markaðssetningunni felst framleiðsla á ýmsu efni, þátttaka í ferðasýningum, heimsóknir til ferðaskrifstofa og flugfélaga, móttaka blaðamanna og kynnisferðir fyrir erlenda söluaðila og vinna með flugfélögum og ferðaskrifstofum sem að standa fyrir beinu flugi til Akureyrar og það er mjög mikið af starfinu sem fer í það. Innra starfi snýr síðan að samstarfi við stjórnvöld og stofnanir innanlands til að vinna verkefninu framgang. En það mikil vinna farið í baráttu fyrir uppbyggingu á Akureyrarflugvelli og við höfum staðið fyrir stórum fundum og málfundum til þess að knýja á framkvæmdir á flugvellinum. Og þessi vinna við skila miklum árangri og nú hillir undir að flugstöðin og flugfélagið verði stækka sem eru nauðsynlegar framkvæmdir til að byggja upp Akureyrarflugvöll sem áfangastað fyrir beint millilandaflug. Myndbandaverkefni sem unnið var að frumkvæði og í samstarfi við Void Travel skilaði okkur 15 stuttum myndböndum frá Norðurlandi á síðasta ári sem notað þá í þeirra markaðssetningu og auk þess 2 stærri myndbanda sem byggja hluti til sama efni. Flugklassin tók á móti blaðamönnum hann tók þátt í sýningunum Candy Burs, Mid-Atlantic og Roots Europe og þessum Summer og Winter Events í Hollandi. Flugklassin tók 26 fundi á Roots Europe, fundi með 18 flugfélögum, 6 flugvöllum og 2 flugráðgjöfum og hélt vinnustofur með Void Travel í maí síðastliðnum með norðlensku fyrirtæki þar sem 45 fyrirtæki tóku þátt. Flugklassin hélt líka 2 stóra fundi að ráðstefnur haustið 2019. Flug til framtíðar var annað þeirra haldin í október þar sem mætti yfir 100 manns og þrýstu á árangur og síðan var fundur í desember þar sem aftur komu yfir 100 manns, þar með talið 7 þingmenn þar sem var verið að þrýsta á úrbætur á flugvellinum. Árið 2019 fór mjög vel að stað varðandi flugi ef við skoðum þessi flugfélag sem að fljúga og voru að fljúga hingað. Það komu á 15.000 farþegar frá Breitlandi á vegum ferðaskrifstofunnar Superbreak frá desember 2018 til mars 2019. Það var mikil ánægja farþega og það sýndi sig í könnun sem var gerð. Flugið gekk frábærlega. Það voru 28 brottfarir frá 17 flugvöllum í Breitlandi með Titan Airways og engin vandræði við lendingu þar. Efnahagslegu áhrifin voru metin á 500 milljónir inn í hagkerfið á Norðurlandi. 1. ágúst fór síðan móðurfélag Superbreak á hausinn og félagið féll með móðurfélaginu. Það var mjög gremilegt auðvitað þar sem var búið að selja sæti í nærri helming þeirra 14 brottfara sem var búið að setja í sölu veturinn 2020 og það stemdi í 95% nýtingu í þeim flugum. Þannig að þetta var gríðarlegt áfall auðvitað fyrir ferðaþjónustuna sem að tapa þarna umferð svartasta vetrartímann. Void Travel hóf hins vegar flug frá Rotterdam til Akureyrar sumarið 2019 og flög einu sinni í viku frá lok maí til byrjun september. Það gekk mjög vel líka og skilaði miklu inn í hagkerfið á Norðurlandi. Og Void Travel horfir til áframhaldandi uppbyggingar á Norðurlandi sem áfangastað fyrir sína viðskiptavini bæði sumar og vetur. Stefna á flug sem átti að hefjast 1. júní í sumar en Holland, samkvæmt svona nýjustu tölum, ef við getum orðað þannig, þá ætti Holland að opnast 1. júlí. Vonandi verður hægt að taka það flug þá í framhaldi af því, en það er auðvitað óljóst ennþá. En síðan sér Void Travel fram á að fljúga hingað næsta vetur og að markaðssetja það verkefni að fullu, þannig að engin bilbugur á þeim. Framundan er síðan auðvitað bara að vinna þá áfram með Void Travel til þess að fjölga farþegum og þeirra vegum til Norðurlands. Það er þá fundir, námskeið eins og voru haldin í fyrra, upptökur á efni og þáttaka í ýmsum viðburðum og síðan er það sókn á fleiri markaði þar sem aðal áherslan er á Bretland og Þýskalandsmarkað og þá erum við að horfa á núna svipað snið og Superbreak var með að horfa til ferðaskrifstofana, leggja aukna áherslur á þær og áttum núna rétt í meðal annars góða fundi í Bretlandi og létum líka vinna fyrir okkur skýrslu greiningu á ferðaskrifstofum í Bretlandi sem að hjálpar okkur í þeim efnum og síðan er þetta að berjast áfram fyrir uppbyggingu innviða á flugvöllin þannig að Akureyrarflugvöllur verði almennilega tilbúin að taka á móti erlendu flugi. Norðurstrandarleið var opnuð í fyrra 8. júní 2019 á degi sjávar og hún var valin af Lonely Planet sem 3. besti áfangastaður í Evrópu 2019, þannig að hún byrjaði með miklum látum
og var opnuð formulega, við klipptum að borða og settum nýja heimasíðu í loftið og á ensku og gaman að segja frá því að hún komin á íslensku núna, þannig að það búið þýðina þá fyrir þetta sumar sem framundan. Það kom strax mikill áhugi frá ferskastofum og blaðamönnum eftir þessa tilnefningu og við höfum unnið þétt með Íslandsstofu við val á blaðamönnum og fengið margar góðar kynningar út af því. Það eru síðan nokkra ferðaskrifstofur búin að setja upp self-drive pakka leiðina og það eru það bæði íslenskar og erlendar ferðaskrifstofur. Skráning samstarfsfyrirtækja hefur gengið vel, það er að segja fyrirtækin skrá sig inn í Norðurstrandarleið og það eru 90 fyrirtæki skráð og þau fá öll fána og límmiða til þess að merkja sig, til þess að merkja leiðina og eru auðvitað alls konar hugmyndir á lofti til þess að efla sýnileikann áfram. Við gáum út verkfærakistu og sölu handbók, allir meðlimir leiðarinnar fá verkfærakistuna og hún er hjálpartæki við þróun upplifuna á leiðinni. Sölu handbókin hins vegar að senda á ferðaskrifstofur á Íslandi og erlendis og í henni eru allir meðlimir tilgreindir auk allra áhugaverðra staða á leiðinni, hvað þarf að hafa í huga við þróun á ferðum á leiðinni og fleira. Og við uppfærum þessa söluhandbók árlega. Fyrsti aðalfundur Norðurstrandarleiðar, þar sem það er reyndar ekki aðalfundur eins og uppgjörsfundur, heldur bara til þess að hittast og taka stöðuna. Hann var haldinn á Dalvík í október. Þar var fínasta þáttaka og mjög gott fyrir fyrirtæki að hittast og kynnast til þess að geta bent betur hvert og annað á leiðinni. GIS landafræðigrunnurinn var kláraður og GIS handbókin er að klárast einnig og verður kynnt sveitarstjórum á þessu ári. Það er þá handbók yfir áfangastaði á leiðinni og hvernig og hvað er best að byggja upp á leiðinni og faraði aðeins yfir hvernig mætti bæta aðgengi og byggja upp til þess að auka öryggi ferðamanna og gera staðina áhugaverðari. Og það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast. Síðan er verkefnið fór af stað líka með stuðningi Matarauðs Íslands, bragð á Norðurstrandarleið, matarupplifun, þar sem áhersla er á matur héraði að segja sögur á mat og hvaðan maturinn er, og til matsela tengda Norðurstrandarleið og fleira í þeim dúr, og tengja betur saman veitingastaði og matframleiðendur. Og það er bara allt á fullu í þessu verkefni núna og meira framundan þar. Síðan eru hetjuupplifanir á Norðurstrandarleið eftir vinnu með ráðgjafarfyrirtækinu Blue Sail voru valdar fyrstu 6 hetjuupplifanir 2019. Það voru brimslóð á Blönduósi, síldarminjasafnið á Siglufirði, ektafiskur og hvalaskoðun á Hauganesi, norðursigling, Arctic Trip í Grímsey og Ytralón á Langanesi. Og allar upplifanir á leiðinni eru þetta einstakar en hetjuupplifanir er eitthvað sem er alveg sérstakt sem finnst hvergi annars staðar og verða notaðar sem áherslupunktar í okkar markaðssetningu. Og þetta virkar þannig að fyrirtækin sækja að vera hetjuupplifun og þurfa að uppfylla ákveðna standarda til þess að geta komist í það. Síðan fórum við líka í vinnu með Diamond Circle eða Demantsringinn og á síðasta ári var unnin innviðagreining fyrir Demantsringinn, þar að segja hvað væri í boði á leiðinni og það sýnir okkur auðvitað bæði hvað er í boði og hvar vantar eitthvað. Við létum búa til vörumerki og vörumerkja handbók fyrir leiðina og hófum markaðssetninguna í lok síðasta árs. Það verður síðan mikill fókus á hana núna í sumar og Júlli sem þið vonandi sáu ferðast Norðurstrandarleið núna rétt fyrir bara í síðustu viku var hann að klára. Hann ætlar að fara Demantsringinn líka og þar er fókusinn á innlandamarkaðin líka vegna þess að þetta verkefni var ju hugsað aðalega fyrir erlendamarkaðin en við höfum þýtt heimasíðuna diamondcircle.is yfir á íslensku líka þannig að við getum selt Íslendingunum þessar náttúruperlur. Þannig að þarna er allt á fullum gangi og við munum halda áfram að markaðssetja Demantsringinn á þessu ári. Við erum síðan í útgáfu eins og ég sagði áðan og uppfærðum ímyndarbæklingin okkar auk þess að gefa út á þessa bók. Við fórum í mikla myndvinnslu og fengum styrki úr sóknaráætlunum Norðurlands eystra og vestra til þess að vinna myndir og við unnum meðal annars vídeó sem ætla að sýna ykkur þannig að þið sjáið. Þarna voru við sem sagt að gera þetta hluti af Talk of the Town herferðinni þar sem voru unnin vídeó fyrir hvert einasta þéttbýlistað á Norðurlandi
og við erum að birta þetta reglulega, bæði á ensku og íslensku og keyra þetta í gang ásamt því að uppfæra heimasíðuna með sérstaklega áherslu á þéttbýlisstaðina, þar sem að heimamenn komu með tillögur að hvernig þéttbýlisstaðirnir væru kynntir og setja það inn á vefinn og erum þá að leggja áherslu á þessa staði viku fyrir viku. Og þetta var unnið líka fyrir erlenda markaðinu upphaflega en erum á fullum krafti með þetta fyrir íslensku markaðin núna í sumar. Og frábært að eiga þetta efni tilbúið. Ef ég færi mig svo aðeins yfir í skýrslur, þá höfum við líka verið að taka saman hérna á skrifstofunni gögn fyrir Norðurland, tölur fyrir Norðurland sérstaklega til þess að reyna að fá betri mynd af ferðaþjónustuna á okkar svæði vegna þess að flest gögn sem eru unnin eru gerð á landsvísu og kannski segja okkur ekki alveg heildarmyndina. Og ef við horfum á gistinætur á Norðurlandi, þá sjáum við í okkar stærstu markaði Bandaríkin, Þýskaland, Bretland og Frakkland. Þar hefur aukningi verið mest í Bandaríkjunum og Kína er síðan með mikinn vöxt og sé ekki orðinn stór markaður ennþá. Þýskaland hefur verið að draga mjög úr sem er þróun sem við þurfum að snúa við og en ef við horfum síðan á gistinætur erlendra ferðamanna og breytingu á milli ára í töflunni sem þið sjáum hérna, þá sjáum við frá 2017 hefur ekki verið góð þróun hjá okkur í þessum fjölda gistinæta, það hefur bara verið lítil aukning hjá okkur. Við sjáum líka að íslenski markaðurinn er 21% af öllum sem koma til Norðurlands og það er auðvitað eitthvað sem við ætlum að breyta núna í sumar. Og við sjáum gistináttarfjöldan líka á þessari mynd að kúfurinn er ennþá mjög mikill, árstíðasveiflan alveg gríðarlega mikil hjá okkur, en þó sem betur fyrir haustið farið að lengjast aðeins og við erum að fá svona aðeins inn í apríl-maí, það er að segja axlirnar aðeins að taka við sér. En þetta er auðvitað mynd sem við þurfum að sjá gjörbreytta og reyna að vinna í því. Ef við skoðum þetta aðeins nánar þá getum við séð gistinætur Íslendinga á Norðurlandi eftir mánuðum og við sendum þetta auðvitað allt saman út til samstarfsfyrirtækjanna. Þá sjáum við þennan kúf hjá Íslendingunum. Við sjáum á efri myndinni næstu til hliðar gistinætur Íslendinga á Norðurlandi eftir svæðum. Þá er búið að skipta svæðinu, það er að segja Norðurlandi í 3 svæði, N1 svæði er Húnavatnssýslurnar, N2 svæði er Skagafjörður og Eyjafjörður og N3 svæði eru Þingeyjarsýslur. Og þá sjáum við að Íslendingar eru langmest að gista hér á miðjusvæðinu, Skagafirði, Eyjafirði og Húnavatnssýslurnar koma langverst út þar, þannig að það er þá stóra verkefni núna að stoppa Íslendingana, fá það til þess að fara víðar, fá það til þess að fara yfir Þingeyjarsýslurnar líka. Og þetta bara breyta þessari mynd og verður mjög áhugavert að sjá hvernig hún verður eftir þetta sumar af því að það er allt öðruvísi ferðamenn að fara að flakka hér heldur en hafa verið áður. Og þessar myndir sýna þá líka breytingu á gistináttum á hótelum annars vegar og allar tegundir gistinga hins vegar og við sjáum að það er breyting á milli 2018 og 2019 á hótelum Íslendinga. Á Norðurlandi það er fækkun 9%. Og ef við horfum á allar tegundir gistingar þá er fækkun 4% á milli 2018 og 2019. Við létum taka saman nokkrar skýrslur í ár, eða síðasta ár og annars vegar söguferðaþjónusta á Norðurlandi þar sem var gerð könnun meðal ferðamanna á söfnum, setrum og sýningum og hins vegar voru skoðaðir erlendir ferðamenn, menningararfur og dýraskoðun og staðan 2018 borin saman við stöðuna 2015. Það er búið að kynna þessar rannsóknir, þetta er allt saman aðgengilegt á heimasíðunni okkur í hvetningu til þess að kynna ykkur þetta eru mjög áhugaverðar niðurstöður. Við erum síðan að fara að opna í dag á þessar 3 skýrslur. Við fengum stuðning úr sóknaráætlunum Norðurlands eystra og vestra aftur til þess að gera stærstu markaðsrannsókn sem hefur verið unnin fyrir Norðurland. Hún var þrískipt og það voru rannsóknarmiðstöð ferðamála og Háskólinn á Hólum sem að unnu rannsóknina fyrir okkur. Fyrsta skýrslan snýr að markaðssetningu ferðaþjónustu fyrirtækja á sveitarfélaga á Norðurlandi. Þarna er spurningakönnun sem var send til fyrirtækja og ég þakka ykkur fyrir að bara vera duglega að svara. Það er mjög gagnlegt fyrir okkur að sjá þessar niðurstöður og bæði markaðsstofan getur nýtt sér þetta og fyrirtækin getur nýtt ykkur þetta í ykkar markaðssetningu. Það var skýrsla 2 síðan ferðavenjur og viðhorf erlendra ferðamanna á Norðurlandi. Það sem var gerðar eiginlega rannsóknir á ferðamönnum. Þeir voru spurðir, nokkrir aðilar teknir út og spurðir, bara segjum alls konar Norðurland sem ferðaþjónustusvæði og frábært að lesa þetta.
og þriðja skýrslan síðan greining á samfélagsmiðlum. Það að segja ummæli ferðamanna á Instagram, TripAdvisor og Facebook voru skoðuð. Hvernig menn að tala og hvernig menn að birta myndir af Norðurlandi. Þannig að þetta mjög áhugavert. Við erum að fara síðan núna, bara í framhaldi af aðalfundinum, ætlum að fara í kynningarfundi, þar sem við erum að kynna þessar skýrslur og við erum að fara að kynna starfið okkar núna framundan varðandi innlenda markaðssetningu og varðandi erlenda markaðssetningu. Við ætlum að halda klukkutíma langa fundi, 9 fundi, sýnist mér, og verðum 3. júní í Skagafirði, í Blönduósi og á Laugarbakka, verðum 10. júní á Mývatni, Húsavík og Raufarhöfn og síðan 12. júní á Akureyri og Siglufirði og við sendum ykkur tímasetningar á þessu en ég hvet ykkur til að mæta á þessu fundi og þar ætlum við líka bara að taka spjalli hvernig svona landi liggur núna, hvaða áherslu við að taka núna svona með að við breyta tíma og vonast ég til að sjá okkur sem flest þar. Ég enda síðan þessa kynningu bara á því að minna á uppskeruhátíðina. Hún verður haldin í Norðurhjara 15. október 2020 og ég vona að þið takið daginn öll frá og mætið, okkur veitir ekki af að hittast og styrkja okkur og svona safna kröftum, safna vopnum okkar aftur og þetta bara kynna okkur svæði til þess að við getum sagt betur frá. Norðurhjara svæði það svæði sem minnst heimsótt af okkar svæðum, þannig að okkur ber skylda til öll að taka þátt í að kynna það og þekkja það vel. En bara í lokin, hér teymið sem stendur að baki markaðsstofunni. Björn með svona áfangastaða og innviðaþróun, Kristjana í Norðurstrandarleið, Halldór sér tölvumálin og fjölmiðla og rekstur á skrifstofunni, það kemur að alls konar verkefni tengd þeim. Hjalti með flugklassan, Röggi sér fjölmiðlana og hann með samfélagsmiðla og heimasíðumálin og Katrín síðan með ferðaskrifstofur, samskipti við þær og Norðurstrandarleið og ýmiss konar þróunarverkefni sem að detta inn á borð hjá henni stöðugt. En ég hef þetta ekki lengra og þið spurðið endilega ef eitthvað er.